Við höfum verið að taka myndir og vídeo aðgengi fatlaða, sérstaklega í ríkisegn og þetta er skömm, algjör skömm og lítið sem ekkert gert. Þeirra sögn er náttúrulega allt tröllfært, jú, en þeir gera víst lítið annað heldur en að gera þá fátækari og ríkari. Nei takk, erum við ekki löngu búin að fá nóg af því? Burt með þessa ríkisstjórn! Nákvæmlega, en Hjördís ætlar að tala um eitthvað aðeins alvarlegra og ég ætla bara að gefa henni orðið. Þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir. Heyrðu, hérna á litla fallega landinu okkar sem við elskum þrátt fyrir alla spillinguna hefur ríkt hér samfélagssáttmáli allir landsmenn sem skuli fá besta heilbrigðisþjónustu sem völ er á, óháð, stétt og stöðu. Að enginn skuli standa frammi fyrir því að geta ekki sótt sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu eða landa í fjárhagsvanda vegna kostnaðar sem fylgir henni. Kostnaðarþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu hefur á síðustu 3 áratugum tvöfaldast. Í dag standa heimilin undir 20% af öllum heilbrigðismálum. Heilbrigðisútgjaldaheimilda hafa þannig vaxið mun hraðar en útgjöld hins opinbera á undanförnum árum og áratugum. Auknum beinum útgjöldum sjúklinga fylgir sú hætta að kostnaður verði hindrun á aðgengi að nauðsynlegri þjónustu fyrir ákveðna hópa sem eykur á misskiptingu bæði fjárhagslega og heilsufarslega. Og félagslega. Bein greiðsluþátttaka sjúklinga vegna heilbrigðisþjónustu hér á landi er margþætt og misjafnar reglur gilda eftir því hvers konar heilbrigðisþjónusta er veitt, hvar hún er veitt og hvaða heilbrigðisstéttir það er sem veita þjónustu. Kannski er ég bara eina af þessum vitleysingum af því að ég hélt alla mína ævi að með sköttum værum við að borga fyrir grunn heilbrigðisþjónustu, að með sköttum værum við að borga grunn skólaþjónustu, að með sköttum værum við að byggja grunn fyrir landið. Þökk sé þessar ríkisstjórnar, hvar stendur það? Við höldum áfram að mæta hér, viku eftir viku, margir dag eftir dag. Því við getum ekki setið og staðið og hort á ríkisstjórnina. Með þessari slíku vanvirðingu, dónaskap og bara misrétti. Þetta gengur ekki lengur. Hér segjum við stopp, hættið, burt, strax.